Eftir Guðmundur Emilsson á gangi í útlöndum. Einn. Ég alltaf einn. Hef alltaf verið einn. Mér líður best þannig. Þá get ég hugsað og unnið. En þó ég aldrei einn. Ég var ekki einn í gær á uppstigningadag. Samt var enginn hjá mér. Elsku börnin mín, Jóhannes, Alfreð Erla og Jón Emil. Í þessum pistli ætla ég að tala hitt og þetta, en samt aðalega söng. Eða það verður svona eina þema þessar myndræmu. Og þá ekki sjálfsagt að líta til móður minnar, Alfreðar Laufeyjar Guðmundsdóttur frá Siglufirði, sem ólst upp í músíkinni þar hjá séra Bjarna Þorsteinssyni, heimsvísindamanni í þeirri grein, þar að segja þjóðlögum. Og þau voru vinir. Og hún söng í kórni hjá honum. Það gleði mig stórkostlega að Siglufjarðarbær og Gunnsteinn, fyrir nemandi minn og fleiri góðir aðilar, séu búin að endurreisa tónlistarbæinn Siglufjörð. Það verð ég að segja. En það fleiri pláss til en Siglufjörður, og hér nú sjálf bara óperan, hinn konunglega ópera í Lundúnum, Covent Garden, og því ég var 9 ára og mamma var að læra söng í Gildásskóla Music, eins og ég hef sagt frá. Þá skröppum við í óperuna, og svo fyrsta hét Madame Butterfly, eða Madama Butterfly, eftir Puccini, og stjórnandi það kvöldið, eins og síðar kom að ljós, var Sir Brian Bockwell, sem var svo kennari minn í Bloomington í óperustjórn. Piccolo Dio, amore, amore
Í þessari kirkju, Bethany Presbyterian Church, var ég kantor eiginlega frá því ég kom til Bandaríkjanna. Þar var mikið sungið og spilað og ég man sérstaklega náttúrulega eftir stóru verkunum sem við fluttum á hátíðu. Til dæmis verk eftir Gabrieli fyrir margskiptakóra sem hann samdi fyrir Markúsarkirkjunni í Feneyjum, og ég man eftir Messiasi Hendels, þetta var ægilega gaman, og Tómas Thallis og fleiri ensk tónskáld, enda þetta skósk biskupakirkja. Þarna kórinn, kirkjukórinn, að flytja eitthvað stórt, í sig ekki betur sem hljómsveit, þetta sennilega Messias. Og einsöngvararnir voru glæðslegustu einsöngvarar Eastman School of Music, nemendur, og þeir koma hér á eftir til að nefna þá. Karl Gunnar Olén reit ævisögu Jóns Leifs, tónskáld í Móðbyr, hét hún ekki einhverju slíku nafni. Hann skrifaði heilmikið söngstjórn Jóns Leifs og hljómsveitarstjórn, en tók fram að Jón hefði ekki haft árangur sem erfiði á pallinum og því hætt hljómsveitarstjórn. Þetta hins vegar Chicago Symphony Chorus í Symphony Hall í bláum jólabúningi af sérstöku tilefni.
Þarna á efri pöllum Chicago Symphony Chorus undir stjórn Margaretar Hillis. Þarna verða að syngja Messias líka, nema nú fá allir að syngja með. Þetta svona sing-along Messias. Þetta nú eiginlega kennar minn, næstum því. Þetta hinn keisaralega söngkona Óda Slobodskaja frá Pétursborg og hún kendi móður minni söng og ég fekk að sitja inni og hlusta og þar lagði ég til dæmis þessa loka-aríu Madame Butterfly sem við vorum að horfa á, loka-atriðið. Ég veit ekki hvort þessi séu söngar jú, hann má kannski segja að reiðmaðurinn sé svolítið mikið fyrir söng og syngja, en María Kotama Borges held ég ekki mikið fyrir það. En hérna eru við að ríða Álftanes í myrkri, kannski voru við heimsækja forsetann eða einhvern mann sem á bíls sem alveg eins og forsetabílinn. Já, kannski fyrir nokkur inn, forsetinn eða hinn, en Maríu þótti þetta ævintýri líkast. Svo fekk hún snafs á köllunum og sagðist bara aldrei hafa upplifað hana þess ævintýri. Svo fór neitt hring á Reyðarvellinum. Þetta nú skrítið kall, Harold C. Schoenberg, elsti gagnrýnandi New York Times á sínu tíma. Við kynntumst í Laugardalshöll. Ég var bara ég var 16-17 ára þegar Fischer og Spassky voru að keppa og kannski hann hér að lýsa skák og við tókum tal saman og þá kom ljós að ég hefði lesið alla bækurnar hans, The Great Pianists, The Great Singers, The Great Composers og The Great hitt og þetta. Og svo spurði ég hann hvort hann hefði nokkuð tíma komið heim til Íslendings og hann sagði nei, ég bauði hann þá bara hingað heim í Árvó og foreldrar mínu tóku vel á mótunum og þá var gaman að hitta hennar kall. Að verst að ég skildi ekki fara þá strax til New York og vinna mér inn flotta gagnrýni fyrir klíkuskap. En þegar New York Times skrifaði loks mig og tónleika mína á Broadway, þá var það mjög glæsileg gagnrýni. Ég deg sæll og glaður með það. Þessi maður tók þátt í því allt saman. Þetta minn kæri vinur Bjarni Bragi Kjartansson, hljóðmeistari tónmeistari í Stúdíó Sýrlandi. Við höfum masterað svo marga diska og lagað og svo framvegis að ég veit ekki hvað eru margir. Ég var sem að Bjarni þetta heldur. En hann hefur líka fylgt mér til útlanda í óperuferðalög og séð hljóðeffekta og uppmögnun ef áhuga þurft að halda. Ég veit ekki hvað þessi bók að gera hér. Þetta doktorsritgerð mín, ekki beinlínis aðlaðandi, svört, en þetta er doðrantur sem fjallar söngverk. Svo ég var nú held ég bara hellinga árum að skrifa hana. Svo að hún alveg réttum stað í þessari myndræmi. Krzysztof Penderecki, Dies Irae, Aspects of Music and Literature, með áherslu á bókmenntir. Hann og það. Hvað næst? Já, þetta er Sardinía. Þetta er óperusús í Sardinía. Ég flutti í stjórna þar tvennum tónleikum, hljómsveitartónleikum. Og svo var ég að muna það bara daginn að það var eitthvað óperugala þarna í góðgerðarskíni og þá kom svona halar á ítölskum
grátklökkum tenorum og prímadonnu sem fór upp á háakú og svoleiðis. Og það eiginlega alveg stórmerkilegt hvað, það var náttúrulega stórt fullt, hvað Ítalir sko elska og dá og sína músík frá, aðalega náttúrulega 19. öld. Það alveg með ólíkindum. Þeir hafa festst í því eiginlega. Hvað kemur nú? Þetta Önusöngköll. Hún upp við Andesfjöll í San Juan og þar ekki mikið rauðvín frá Mendoza sem næsti bær við. Og þarna nú pípuorgelið sem að ég átti að stjórna, orgelkonsert þarna. En fékk vitlausar nótur og það var minnstu orgelkonsert hindumið, en á æfingunni fyrir konstinn kom í ljós að það var stærsti og þá voru góður á dýr. Ég ætla ekki að hugsa hvernig þetta kom út kvöldið, en ég var þarna í San Juan með annan fótinn í mörg herrans ár og tók þarna upp atriði fyrir heimildarmyndir íslensk tónskáldið, trúi því. Maður fór yfir hálfan hnöttinn til þess að fá lánaða hljómsveit. En þetta nú engin annar en feitabollan fyrirgefið með gullárbandið og slaufuna, Berners og Stró, sem var eins frægur í Frakklandi og Herb Albert og spilaði allavega músík og gerði það mjög fagmannlega, en trompet getur nú ekki sungið mikið. Hann meira svona hljóðfæri til þess að kalla menn til fundar og til orustu, en hann gat nú samt gert svolítið að því og þegar við komum til Thionville sem í suðausturhluta Frakklands, alveg við landamæri Þýskalands og Luxemborg og hvað þetta nú heitir alls saman. Afsakið, ég meinti að Thionville væri í norðausturhluta Frakklands, alveg við landamæri Þýskalands og Luxemborgar og hvað þetta nú heitir alls saman, þessi smá fyrsta dæmi. En ég held að ég megi segja áin Mosel renni þarna ekki langt í burtu og sameinist Rín við borgina Koblenz og þá blasir sko Rínardalur við. Moselvín og Rínardalsvín þykja með þeim allra best í heimi. Að þá minnist þess að biðröðin til að fá einandaráskrift hjá Sústró, hún náði lengst út á götu. Ég skil ekki ennþá af hverju maðurinn svona vinsæll. Hvað nú þetta? Þetta nú bara útvarpsturnin, eins og ég kalla hann, í Toronto. Hann gat sendt út allar áttir, Norðurpólsins og yfir Bandaríkin, austanverð. Ég hlustaði á CBC, Canadian Broadcasting Service, í gegnum þennan turn og svo NPR meðan ég var við nám í Ísland. Þetta voru flotta stöðar. Svo fluttuðum við þarna Gretti, Þorgeir Sigurbjörnssonar, Böðvars Guðmundssonar, og það var ofsalega gaman. Það var 3. flutningur á verkinu, en aldrei koma heim. Aldrei fékkst neitt til sýna það á Íslandi. Gagnrýnin var mjög glæsileg, eiginlega alltaf glæsileg fannst mér þegar ég sá hana. Jæja, nú er ég allt í hennu komin bara á táningsaldur og myndin stendur 71, þá er ég 20, þau ekki bara trúa þessari dagsetningu. Ég stattur þarna í stúdíónu mínu sem ég smíðaði á 4-5 árum og keypti svo í það fyrstu stereogræðunar á Íslandi sem virkuðu og talandi söng.
Þarna gæti ég sungið flígelundileik og hlustað sjálf mig. Og þarna sjást tækin og tólin ekki þó nema hluta. Og þarna undi ég mér eins og ég væri út í móa. Hvaða krumpaða myndi þetta? Jú, þetta Guðmundur, svo sitjandi niðri Anna Guðný, svo kemur Áskell Másson, þá Ríkar Pálsson, Signý Sæmundsdóttir, Karolína Eiríksdóttir, Friðrik Már heitir hann það ekki, seðlabankamaður, og Snorri Sigfús. Við vorum að fara á UNM og ég held að það var í Norge. Þarna kemur kór og hann söng svo sannarlega. Þetta var stelpurnar mínu í Hlíðaskólanum. Ég vann með þeim í 2 ár og hann er verið að taka upp sjónvarpsprógram. Það er að segja hljóðupptökuna. Það er hryllilegur hljómbrúður í sjónvarpssal eða var. Svo ég lét taka þetta upp í Háteiskirkju og svo sungum við með upptökunni í sjónvarpinu. Og ég held að þetta hafi verið einhverjir, ég mætti segja mér þetta hafi verið páskana. Allavega að segja þessa gríðarlegu kerti þarna sem ávist er hluti af settinu þarna. Og að þetta sé eitthvað hátíðlegt. Auðvitað söng kórinn þetta blaðalaust og þetta uppáhaldskórinn minn á þess að ég geri lítið úr öllum öðrum kórum sem ég hef stjórnað. Nú, þetta var það líka söng, því að þarna ég staddur að undirbúa lokaprófum mitt í söng. Og ég ekki að spila píanóið, ég að glápa náturnar, skilja textan, ímynda mér hvað tónskáld var að hugsa og reyna einstakar strófur og pússa þær ef það var hægt og læra allt utan að loka bókinni. Það var frið til að gera þetta á morgnana. Það var ekkert að gerast í þessu sal á morgnana. En þessi Böðsundorfur Frígill, hann var nú alveg dásamlegur þegar hann var rétt stiltur þar hefur. Hann var það nú ofta skreið og farið vel með hljóðfærin tónum. En sem sagt, ég hérna að læra utan að sönglag, stórt og mikið. Ég man að textinn var eftir Óvíð. Þetta nú líka, þar syngja nú bara allir. Þetta miðborgin gamla. Ég veit ekki hvað margir kirkjuturnar þarna, en það fleiri turnar. Þarna radioturnin í Ríga og hann getur sendt út til Íslands í norðri og Lítáen í suðri og Kaliningrad í vestri. Þetta frímerki sem að Rússar komum sér upp við Eystrasaltið. Aldrei veit en að Pétursborg sé að hlusta á hann líka. En þarna var ég í 3 ár, föstum fetum, en var svo alltaf að skjótast vinna einstaka verk í mörg ár eftir það. Og þetta er fyrsta hljómsveitin sem ég festi mig við, bara gat ekki annað. En svo kórarnir, Fílarmoníukórinn, stór, drengjakórinn í Ríga, útvarpskórinn sem var á launum allan daginn við það að syngja. Og svo mætti ég lengi telja, að þarna einar sé ég 5-6 kirkjur og hver kirkja hafði sinn kirkjukór. Það voru bara allir syngjandi í Ríga og 5 ára frestir að haldnar sönghátíðir. Það hittist bara allt liðið eitthvað upp í sveit og það syngja allir á sig gat. Ég kann ekki segja frá þessu því
það stóð þannig á að ég gæti aldrei sótt þessar ægistóru sönghátíðir. En ég ætla að nota þetta tækifæri til að segja að hér á eftir koma söngvarar sem voru allt skólafélagar mínir í Ísmann, unnu með mér og ég byrjaði að nefna Tonio Di Apalo sem nú mala hann eiginlega bara Pavarotti í masterclass, hann kemur hérna strax eftir og við stóðum saman í Ísmann Koral, einsöngvarakórnum í til fjölda ára og svo kemur Kamila Kóperun, svo yndislega sönguna. Við vorum öll að svipuðu reki. Pamela söng sóló með kórnum og Tony og náttúrulega líka. Svo kemur William Sharp, hann var líki kórnum, þetta var flott baritón og bassadeild. Og svo kemur Sylvia McNair, hún var söng með New Music Ensemble í Bloomington. Við urðum ákaflega nánir vinir, þó ég segi ekki meira. Síðan kemur dóttir mín sem er á svipuðu reki hún.
Der
huschen wir leise aus der Tür und fliegen zum prächtigen Tanze. Ein schwarzer Bock, ein Besenstock, die Ofengabel der Wocken, reißt uns geschwind wie Blitz und Wind durch sausende Lüfte zu Brocken, reißt uns geschwind wie Blitz und Wind durch sausende Lüfte zu Brocken. Tanzt unser Trupp und küsst in die kralligen Hände. Ein Geisterschwarm fasst uns beim Arm und schwingende tanzen die Brände. Und Belzebub verheißt dem Trupp der Tanzenden Gaben auf Gaben. Sie sollen schön in Seide gehen und Töpfe voll Gold sich graben. Sie sollen schön in Seide gehen und Töpfe voll Gold sich graben. Uns Butter und Eier, die Nachbarn dann sehen die Funken nähen und schlagen ein Kreuz vor dem Feuer. Die Schwalbe fliegt, der Frühling siegt, die Blumen erblühen zum Kranze. Bald huschen wir leise aus der Tür, bald huschen wir leise aus der Tür, du heißer so prächtige Tante. Bald huschen wir leise aus der Tür, bald huschen wir leise aus der Tür, Johannsa, zum prächtigen Tanze. Johannsa, 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 zum prächtigen Tanze. Við höfum verið að hlusta á skólafélaga mína sem sungu, eða sem ég söng með í 5 ár í Eastman Choral undir stjórn Roberti Cormier. Það var einstök lífsreynsla og ég eignaðist þetta fólk að vinum. Við vorum nú ekki nema 20 í þeim kór, 5 í hverri rödd og mikið a cappella söng eða án undirleiks. En svo var líka tekist á í stærri verkefni eins og að syngja með Rochester Philharmonic, kórhlutverk í verkum frönskumeistarana. Ljóð án orða þá yfirleitt eða söngur án orða og William Sharp, ég bauð honum hingað og sem dæmi þá frumflutti hann Davíð 116 sem að ég falaðist eftir af Misti Þorkelsdóttur bráð ungri. Ég held þetta hafi nú verið eitt fyrsta verkið sem hún samdi og hann skilaði svona líka dásamlega vel. William Sharp hlaut fyrstu verðlaun í samkeppni sem kenndir við Kathleen Ferrier, svo þá vitum við það. Sylvia McNair vann Metropolitan-keppnina og var ráðin þar til fjölda ára og ég vissi nú aldrei almennilega, ég hef ekkert fylgst með ferli Tonio Diapalo en það er alveg á hreinu að hann hefur komist út allt og Pamela Coburn, það sést nú bara á samhenginu, við erum ekki að syngja með Berlín Philharmoniker.
En látum vera að hylla þetta ágæta fólk og ég ætla að leyfa ykkur að heyra, elsku börnin mín, 2 verk, ekkert löng, bara svona tóndæmi, verk sem að þessi kór flutti. Það eru 6 söngvar eftir Pól Hindemith sem tengist nú verulega Íslandi í gegnum Jón Þórarinsson eða öfugt, og það eru a cappella lög án undirleiks og fyrir vikið tónmáli er erfitt svona til þess að gera og maður þurfti að vanda sig. Þessi kór féll aldrei eins og flestir a cappella kórar gera nú og ég er oft mjög hissa á því að hvað íslenski kórstjórar eru djarfir að láta svona héraðskóra syngja a cappella án undirleiks. Hitt er miklu auðveldara. Hitt verkið eða seinna verkið er mótet eftir Johann Sebastian Bach og ég held að hún sé ein af 5 mótetum í þeirri syrpu og hvort ekki er þetta stórkostleg verk en af allt öðru meiði heldur en kórverk sem að gera ráð fyrir píanóundirleik, hljómsveitarundirleik eða einhvers konar undirleik. Ef við lítið til dæmis á kórverk Bachs almennt, hvort heldur kantötur, passíur, messur eða hvaðina, þá er það allt saman með undirleik. En þessar mótettur hans eru án undirleiks. A cappella, eða eins og við kórfélagið sögðum svona þegar vorum við sérstaklega á góðskapi, Acapulco, njótið vel. Að lokum þessa söngvara, leiðrétting, Sylvia McNair söng ekki í Eastman Choral, hún söng hins vegar með New Music Ensemble í Bloomington og í óperuhúsinu þar var svona prima donna í Musical Arts Center og svo föðurlega athugasemd, hún gæti hljóðað svona Álfheiði Erlu Guðmundsdóttur: hvað getur faðir sagt dóttur sína í svona samhengi? Ekkert. Leon
Sohn, ach lobe den Herrn.